Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 20. nóvember 2024 klukkan 16:50. Þetta 861. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Varabæjarfulltrúar á fundi í dag eru Valdimar Birgisson í forföllum Lovísu Jónsdóttur bæjarfulltrúa Viðreisnar og Hilmar Stefánsson í forföllum Ásgeirs Sveinssonar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar sitja fundinn í dag. Samkvæmt boðaðri dagskrá liggja fyrir fundinum 16 mál. Þar eru 7 fundargerðir til staðfestingar, því næst 1 almennt erindi og loks 8 fundargerðir til kynningar. Og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 647. fundar bæjarráðs sem framfór 7. nóvember síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar og góði gestir. Ég kem hérna upp fyrir máli 1.1 útsvarsprósenta. Aðeins að útskýra það. Það mikilvægt fyrir Mosfellsbæ sem og önnur sveitarfélög að halda úti góðu þjónustustigi og standa vörð við alla þá mikilvægu þjónustu sem sveitarfélagið veitir íbúum sínum. Tekjur sveitarfélaga koma nefnilega frá fasteignaskatti og útsvarsprósentu og við þurfum að fara vel með þá tekjustofna sem við höfum því að stöðugt ákall eftir meiri og meiri þjónustu og viljum við svara því kalli en það á kristaltæru að góð þjónusta, hún kostar. Einnig hafa sveitarfélög sem ekki að fullnýta tekjustofna sína eins og útsvarsprósentu verið gagnrýnd af ríkinu og á sama tíma og þau ekki að fullnýta sitt útsvar, þó þau samt að óska eftir auknu fjármagni frá ríkinu til að standa undir lögbundnum verkefnum. Og ég vildi bara koma hérna upp og minna á það að þú veist, það verið alltaf að kalla eftir betri og betri þjónustu og við viljum standa við það og því þetta eitt af tekjustofnunum okkar og þess vegna höfum við þessa útsvarsprósentu. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið 1.1. Svo virðist ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Já. Bæjarfulltrúi Hilmar, svo Forseti, bæjarfulltrúar, langaði bara aðeins að forvitnast því að ég einlægur skíðaaðdáandi. Hvað að gerast með Skálafell? Erum við að missa það úr okkar höndum þannig að þetta verður alltaf sett á bið eða ættu að segja okkur úr þessu samstarfi eða hvað finnst ykkur? Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Sævar. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég get alveg svo sem alveg svara því þó að kannski sýnst málunum ekki hafa verið dagskrá síðasta fundi þessarar nefndar. En staðan með Skálafell einfaldlega sú að verkefninu hefur verið frestað og það var frestað á fundi fyrir nokkru síðan vegna gríðarlega kostnaðarauka sem stafar fyrst og fremst af bara að hafa gert nýtt mat á innviðauppbyggingu, veitur og annað sem langt umfram það. Það var ekki gert ráð fyrir því í upphaflegu plönunum. Það fyrst og fremst það. En svo náttúrulega kemur því til viðbótar náttúrulega verðbólgan náttúrulega ekki hjálpa og
fyrst var ákveðið í upphaflega samkomulaginu að lyftan yrði keypt notuð og það náttúrulega sagan sýnt sig í verkefnum hér annars staðar á landinu að kaupa og notaða lyftu ekki sniðugt. Þannig að þá breyttist það í nýja lyftu og með tilheyrandi kostnaðarauka. Þannig að við erum að horfa í verkefni sem farið að slaga að með minnir í einhverja 5 milljarða sem í upphafi átti að vera einhverju 1,8. Ég ekki alveg 100% á þessum tölum, þetta náttúrulega ekki gögnum minna, en þetta er svona nokkurn veginn held ég það í kringu þetta. Þannig að það þótti bara kannski óráðulegt að ráðast í þetta verkefni og önnur sveitarfélög náttúrulega mikið hagsmunamál fyrir okkur í Mosfellsbæ, af því við náttúrulega erum bara með þetta við bæjardyrnar að þarna verði uppbygging og við munum náttúrulega sjálfsögðu halda áfram að berjast fyrir því. Ég tel ekki ráðlegt að segja okkur úr samstarfinu, við náttúrulega erum með annað skíðasvæði sem við erum vissulega aðeins lengur að keyra í Bláfjöllin en það er náttúrulega komið mjög góður vegur fram í Hafravatni og það er uppbyttir sem náttúrulega styttir ferðatímann fyrir einhverja íbúa bæjarins. En ég sem skíðamaður einnig náttúrulega vill að þessari uppbyggingu verði að hún fara af stað en ég líka skynsemismaður og ég vill ekki að við förum að ráðast í eitthvað gríðarlega kostnaðarfrekt verkefni á svona óvissutímum. Þannig að ég held að það hafi nú alveg verið skynsamlegt að fresta þessu eitthvað en við munum það klárlega halda áfram að berjast fyrir því að verkefnið er sett á laggirnar. Á meðan náttúrulega erum við í Mosfellsbæ í góðum málum hvað var allavega skíðagöngu. Við höfum náttúrulega verið að bjóða okkur skíðagönguspor í bænum og gerum okkar besta til að sinna þeim sem hafa áhuga á þessu sporti en það er ekki búið að blása verkefnið af, þú veist sagt. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Það er þá sem sagt mál 1.4 sem er til umræðu núna og bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, þetta var nú talsvert rætt á fundi bæjarráðs og við vorum mörg sem höfðum mikinn áhuga á því að halda á lofti hagsmunum bæjarins og það er gott að bæjarfulltrúi Sævar er alveg þar líka því að þetta skiptir máli fyrir okkur og við viljum að Skálafell sé opnað þegar það er snjór. Og þá þarf bara að hugsa uppbyggingana það kannski bara með öðrum leiðum og ég man að það komu margar hugmyndir fram þegar vorum að ræða þetta. Þannig að þetta er hagsmunamál fyrir okkur. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Komum undir sammáli. Mér langar bara til að bæta aðeins við að náttúrulega hefur verið gríðarlega mikil uppbyggingu í Bláfjöllum eins og flestir vita og í rauninni er það verkefni, það er eiginlega einsdæmi í sambærilega verkefni á vegum sveitarfélaga eins og opinbera. Það er svolítið reglan hefur verið að það hefur verið töluvert farið fram úr áætlunum en þetta verkefni stóðst nánast upp á krónu. Það er áætlunum sem gerðar voru. Þannig að ég ætla nú líka bara að hrósa þeim sem stóðu að því verkefni og vonandi þá verði hægt að gera eins með Skálafelli þegar það fer af stað. En svo líka að vera að tala um að við erum að halda Skálafelli opnu. Það náttúrulega meira en að segja það að halda uppi, eða halda opnu svæði eins og Skálafellinu eins og það er í dag. Já, bara innviður og annað eru bara ekki alveg til þess fallnir að það er svona alveg á mörkunum að vera ekstra hægt. Þetta er náttúrulega gamla lyftur og eins og ég segi, það í rauninni þarf bara svolítið að byrja á núllpunkti þegar verður farið uppbyggingu á svæðinu þegar að því kemur. Þetta er bara vegurinn, þetta er aðkoman, bílastæðin, allar byggingarnar á svæðinu, lyfturnar og eins og segi, allt veitir kerfið. Þannig að þetta er risastórt verkefni, bara svo allir sem meðvitaður það. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Rúna Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir sama máli. Það er Skálafellið
Við höfum hérna undanfarin mörg ár hérna í Mosfellsbæ reynt að halda eins fast í Skálafelli og við mögulega getum hérna í bæjarstjórninni. Og fyrir okkar bæjarbúa, þetta Skálafell mjög tengt okkur, skiljanlega, við erum næst í af hérna á höfuðborgarsvæðinu. En á sínum tíma var gerð áætlun að fara í framkvæmdir og við lögðum til fé hér í bæjarstjórn og Mosfellsbær lagði til fé. Og þar inn í því fé var áætlað að fara í aðgerðir og til dæmis inn á skíðasvæði.is aðgerðar áætlun þar sem að til dæmis áætlað að fara í annan áfanga í snjóbræðslu í Skálafelli 25. Notuð stólalifta á svona nauðsynlegum breytingum var áætlað 23. Það sem að náttúrulega, við erum búin að sjá það líka, það sem að gerast upp í Bláfjöllum að það bókstaflega orðið stórhættulegt að stunda það að skíða eitthvað því að nú eru auðvitað komnir snjóframleiðsla þar, þannig að leiða verður til þess veður eins og kannski bara núna, það hægt að framleiða þar snjó og lyfturnar frábærar, það enginn að kvarta yfir því, en það dælað auðvitað upp fólki upp í brekkurnar og það bara hættulegt að skíða niður. Þess vegna held ég að við verðum að halda vörð utanum Skálafell og reyna að koma því á koppinn, við megum bara ekki gleyma Skálafelli. Því að líka í ákveðnum veðráttum þá lokaði oft í Bláfjöllum en þá opið í Skálafelli því að þá bara mjög gott veðurlega séð. Þannig að auðvitað eru vegir og annað, það fullt sem að þarf að gera en ég sagði það líka hérna á bæjarráðsfundinum undir þessari fjárhagsáætlun sem þar undir, þess vegna erum við kannski að ræða þetta, að þessi 5,1 milljarður sem að nefndarmaður okkar í skíðasvæðunum Sævar nefndi, það Reykjavíkurborg að taka langstærstan hlutan af því að 56%, Mosfellsbær á auðvitað lítinn hluta, næst minnsta hlutan, en ef við höldum uppi og ýtum á í nefndinni að halda Skálafelli inni, ef við gerum það ekki, þá miklu auðveldara að láta það bara fjúka út á borðinu. Þannig að við þurfum að vera sterkir að halda áfram okkar og þetta inn á, við ætlum að vera með snjóframleiðsluna 2025 á næsta ári. Og eins og framhorfið þá verður þessu Selnes bara lokað. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði og það hefur verið óskað eftir að greitt verði atkvæði sérstaklega lið 1.1 en þar tillaga álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2025 sem bæjarráð samþykkt að vísa til afgreiðslu í bæjarstjórn. Og við byrjum þá að greiða atkvæði þá tillögu sérstaklega og afgreiðum svo fundargerðina að öðru leyti. Tillagan svohljóðandi: lagt til að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2025 verði 14,97% á tekjur einstaklinga. Lagt til að bæjarráð, það búið að vísa tillögunni til afgreiðslu þannig að tillagan endar 14,97% á tekjur einstaklinga. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu álagningarhlutfall útsvars að gefa merki. Það eru 6, einhver á móti. Svo ekki samþykkt með 6 atkvæðum og 5 sitja hjá. Og þá bið ég bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 647. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og
Annað mál á dagskrá er fundargerð 647. fundar bæjarráðs sem fram fór 14. nóvember síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og engin óskar eftir að taka til máls þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég við bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 647. fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð 23. fundar menningar- og lýðræðisnefndar. Fundurinn fór fram 15. nóvember síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir þessari fundargerð menningar- og lýðræðisnefndar og mér langar bara til þess að vekja athygli á lið 3.3 sem er hérna það sem er verið að fjalla viðburði í aðdraganda jólana og reyndar á 13. líka og eins og kemur þar fram að þá verður lýst upp í Hlégarðsgarði eins og hefur verið gert áður og svo náttúrulega verið bókmenntahlaðborð bókasafnsins sem í huga margra er raun og veru upptakturinn að aðventunni hér í Mosfellsbæ og svo ætlaði ég sérstaklega að nefna atburð sem verður í listasalnum hérna hjá okkur og ég held að mig minnir að vera opnaður helgina en það var sem sagt menningarmálanefndin ákvað að síðasta mánuði ársins þá er ekki hefðbundin listasýning heldur svona það sé ekki kallað jólamarkaður, jólalistamarkaður og margir kannast við svoleiðis markaði eins þeir hafa verið haldnir langt árabil í Ásmundarsal. En þarna verða 50 manns sem að sýna og selja list og handverksmuni og það virkar þannig að þegar hlutirnir seljast þá kemur listamaðurinn með annan grip þannig að fólk getur komið og versla og þarf ekki að bíða eftir að sýningu ljúki til þess að eins og þegar maður fer á listasýningu og þá þarf maður að bíða þangað til sýningin er tekin niður. Og ég vildi bara sérstaklega vekja athygli á þessu, ég held að þetta sé mjög spennandi viðburður og góð viðbót í menningarlífið okkar hér í bænum. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar eftir að taka til máls þennan lið 3.3 og tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kem hérna undir máli 3.4, Hlégarður endurbætur 24. Mér langar bara að lýsa yfir ánægju minni yfir því að við séum að ráðast í þessar breytingar og færslur og gaman að sjá þessar myndir sem eru þarna inn á að opna Hlégarð betur og kannski að lýsa yfir þá ánægju yfir því að sem sagt þegar við erum að færa svona breytingar eins og kannski hefur verið að hafa hlutaðeigandi kannski með í ráðum. Það er bara algjör forsenda finnst mér fyrir því að og mér sýnist þetta bara að vera á góðri leið þannig að Hlégarður að við séum að halda vel utan Hlégarð og gera þarna ákveðnar breytingar. Ég ætla að vona að þetta verði bara til frambúðar frábært. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir
bara með bæjarfulltrúa Rúnar er bara ánægður með að hlutin sé að ganga vel, endurbætunar Hlégarði, en mér langar bara að spyrja bæjarfulltrúann, ég áttaði mig ekki á til hvers hann var að vísa þegar hann var að tala að hafa hlutaðeigandi með í ráðum við breytingar, ef hann gæti aðeins skýrt fyrir þessum bæjarfulltrúa. Hvað það merkir? Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Gilsson. Ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því, en ég bara vonast til þess að þeir sem að starfa í Hlégarði og að sjá rekstur þar, að ég bara vona að þessi bara búið að, og ég ger bara ráð fyrir því, ég treysti ykkur fyrir því að það sé bara búið að ræða við hlutaeigandi sem að þar eru og að starfa í þessu umhverfi sem ég held að hafi ekki verið gert áður. Þetta kannski var Mosfellsbær ekki með þetta á sínum snærum. Að þeir sem starfa í umhverfi sem þessu og að leigja út svona sali og annað, að þeir vita oftast betur en við sem sitjum hérna við skrifborðið. Þannig að ég segi, þess vegna sagði ég þetta svona að oft er betra að ræða við þá sem að nota hlutina heldur en þá sem að ráða hvernig þeir eru gerir. Takk fyrir það, bæjarstjóri Gilsson. Já, þetta ágættu bæjarfulltrúar, mér langar bara einmitt að taka undir þetta. Það var mjög víðtækt samráð haft í þessu ferli og ég reikna með að það sé það sem bæjarfulltrúinn Rúnar að þakka fyrir. Þannig að ég tek undir þessa ábendingu. Það er mjög gott að vera með sem best samráð þegar við erum í svona verkefni. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðsum aðra liði þessara fundargerðar og tökum hana þá til afgreiðslu og ég vil bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 23. fundar menningar og lýðræðisnefndar að gefa merki. Það eru 11 endur samþykkt samhljóða. Það er beðið fundarhlé og við verðum við því
Þá höldum við áfram 861. fundi bæjarstjórnar og við erum komin að 4. mál á dagskrá sem er fundargerð 253. fundar umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Fundurinn fór fram 12. nóvember síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 253. fundar umhverfisnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá erum við komin að 5. máli á dagskrá sem er 18. fundur atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 12. nóvember. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Hilmar, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem undir máli 5.2, atvinnu- og nýsköpunarnefnd. FabLab, nýsköpun. Við fögnum því að verið sé að vinna í þessu mikilvæga máli sem við höfum talað fyrir síðastliðin 3 ár og var og við höfum kallað hérna fram nokkur sinnum. Okkar áhyggjur snúast aðallega að verið sé að keyra eitthvað í gegn bara til að tikka í box og eitthvað klára sem hægt er að vinna betur. Og á endanum sé það betri lausn með að liggja aðeins betur yfir hlutunum. Á Íslandi eru 13 FabLab smiðjur, 9 þeirra eru í framhaldsskólum, aðrar hafa ekki einu sinni framhaldsskóla í sínu sveitarfélagi. Af hverju förum við aðra leið en langflestir frekar en að setja upp í framhaldsskólanum okkar sem myndi lyfta honum telja á hærra plan sem við erum öll sammála að við viljum gera. Stofnkostnaður er á reiki með nýsköpunarsmiðju, 7-10 milljónir er talað núna, fyrst voru það 5 milljónir, svo er talað 50% stöðu inn á bókasafni, er það nóg? Dæmi FabLab Húsavík startkostnaður í loka árs 2021 þegar þeir opnuðu sína FabLab smiðju voru 15 milljónir, árlegt rekstrafé 5 milljónir. Síðan má ekki gleyma heldur ný samþykktum hækkunum á styrkjum til FabLab smiðja upp í 410 milljónir næstu 3 árin sem gerir 136 milljónir ári sem við gætum sótt í. Er búið að athuga það mál? Er hægt að sækja í þann graut? Við höfum talað við fyrirtæki hér í bæ varðandi samstarf og hefur verið vel tekið í það. Er búið að ræða við fyrirtæki líka? Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur það upp undir sama máli. Heitið á málinu er FabLab smiðja í Mosfellsbæ og hún snýr að því að við tókum fyrir greinargerð og svo í framhaldi því tillögu að koma og fót nýsköpunarsmiðju í bókasafni Mosfellsbæjar. Greinargerðin var unnin að ósk nefndarinnar. Nefndin hefur tekið mál tengt FabLab og nýsköpunarsmiðju fyrir oftar en einu sinni og fengið þar góðar kynningar frá ýmsum sérfræðingum á þessu sviði þar sem að farið hefur verið svona helstu kosti og galla og svona ýmsa þætti sem varðar nýsköpunarsmiðju eða FabLab sem er náttúrulega ólíkt, sérstaklega hvað varðar umfang. Þannig að nefndin hefur fengið góðar upplýsingar, nefndin hefur fengið fín gögn. Það hafa verið fínar umræður og bókanir og annað í tengslum við þetta mál, þannig að þetta ætti svo sem ekki að koma neinum á óvörum að þetta sé tekið fyrir. Einhvern tíma þarf að kannski taka ákvörðun og þetta er svo sem að fara þessa leið að vera með nýsköpunarsmiðju er svo sem ekki að útiloka eitthvað annað verði í framtíðinni, en við töldum bara að það væri út frá þessari greinargerð, við náttúrulega erum bara með gögn hérna sem við erum að byggja okkar ákvörðun á, þá er það svona skynsamasta lendingin, að minnsta kosti til að byrja með, að við nýtum
okkar innviði, við nýtum þá bókasafnið sem rekið af sveitarfélaginu og við höfum þarna staðsetningu og annað sem hægt að nýta fyrir þessa starfsemi og það væri þá rauninni bara til þess að auka við þá þjónustu sem að bókasafnið býður upp á, þá góðu þjónustu og gera hana bara ennþá betri sem það býður upp á í dag. Eins með rekstrarformið, það svona einfaldar svolítið málin og þá er þetta svolítið bara svona tekið í skrefum eins og kemur fram í bókun meirihlutans. En það skal tekið fram að það var náttúrulega vegna þess að við höfum tekið þetta mál reglulega fyrir hjá nefndinni og minnihlutinn, D-listi, hafa komið þessa tillögu núna í þrígang inn í fjárhagsáætlanagerð. Þar sem að þetta hefur náttúrulega sjálfsögðu verið unnið og við höfum unnið þetta bara lýðræðislega og faglega. Það er ekki hægt að segja annað það að þetta er ekkert að koma neitt skyndilega hérna upp. Þá var það svolítið svona, kannski ekki alveg það sem að svona lagt var upp með að nefndin myndi fara samstiga inn í þessa vegferð, þá með þetta sem fyrsta skrefið sem væri þá að byggja ofan á. Við verðum líka aðeins að sjá bara hver aðsóknin verður, af því að við getum ekkert gert ráð fyrir því að ef þetta væri farið, bara tekið alla leið með tilhæfni kostnað, verið farið í faglab hér, þá í samstarfi til dæmis með FMOS sem að er náttúrulega ekki á vegum sveitarfélagsins og þess að tekið fram, og þetta sé náttúrulega í okkar sveitarfélagi. Þá vitum við ekkert náttúrulega hver aðsóknin yrði. Við erum náttúrulega með gríðarlega öflugt fabla bara steinsnar frá í Breiðholtinu í Reykjavík sem að hægt var að vera í samstarfi við eða það er ýmislegt í boði í þessum málum og við erum ekki að útiloka neitt en við erum bara að taka þetta svolítið svona í skrefum, fara skynsamlega stað í þetta en þetta er náttúrulega mál sem við áttum að taka fyrir hjá bæjarráð, við áttum að klára þetta er náttúrulega bara nefndin, atvinnu- og nýsköpunarnefnd sem er að koma með þessa tillögu út frá gögnum og greinargerð sem fá frá stjórnsýslunni sem var náttúrulega unnin bara í samráði, það var bara hagaðilar innan stjórnsýsluna sem að tóku þá samtalið og þetta er svona niðurstaðan af því og við verðum bara að treysta á það að sú raunin svona fýsileika greining sé það sem er sveitarfélaginu bestu og fyrir bestu og við viljum meina það að þetta hafi verið svona skynsamasta lendingin til að byrja með og nefndin lagði þetta þá til sem sagt að þetta er þá nýsköpunarsmiðja sem er þá ekki fablab sem náttúrulega annað form og viðameira verkefni og það er þá með staðsetningu í bókasafninu. Þannig hefði verið gott að nefndin hefði verið samstiga í þessu en þetta er bara pólitík og það er ekki alltaf allir sammála. Takk fyrir það bæjarfulltrúi Jana Katrín Gjörsvel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli 5.2 fablabsmiðja í Mosfellsbæ. Ég er aðeins að velta fyrir mér reyndar núna af því að þú talar kemur fram í máli bæjarfulltrúa Sævars að máli muni koma fyrir bæjarráð. Ég get samt ekki séð alveg allan í fljótu bragði að málinu hefur verið vísað til bæjarráðs, heldur þetta sé tillaga sem var samþykkt á fundinum og henni sé vísað til bæjarstjórnar til samþykktar. En það má leiðrétta það ef ég allan sé það ekki, ég var að reyna að fletta í gegnum í svona fljótu bragði, ég sá það allan ekki. En mér langar aðeins að leggja orð í belg, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Hilmars, þá var þetta sannarlega á stefnuskrá okkar sjálfstæðismanna fyrir síðustu kosningar. Við höfum lagt þessa tillögu fram með formlegum hætti í hverju einustu fjárhagsáætlun síðan á þetta kjörtímabili hófst. Gerðum það síðast, bara á síðasta bæjarstjórnarfundi, í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar. Það sem kom kannski okkur svolítið óvart var að svo gerist það viku eftir það að við leggjum þessa formlegu tillögu fram. Þá er verið að undirbúa fund nýsköpunarnefndar og þá fá fulltrúar okkar símtal frá formanni þar sem er komið fram fullmótuð tillaga þess efnis að það eigi að opna fablab og það eigi að samþykkja hana. Símleiðis að mér skildist. Þannig að kannski umhugsunarefni okkar er kannski það hvers vegna lá svona á
Eins og segið, þetta var búið að vinna hugmyndina nokkuð vel, allan á grunninn að henni á síðasta kjörtímabili og þá var verið að hugsa til og horfa til þeirra styrkja sem eru í boði fyrir svona framtak. Það var búið að hafa samband og eiga samtöl við fyrirtæki hérna í bænum sem sýndu áhuga til þátttöku. Þannig að það kannski aðalega það sem við vorum að velta fyrir okkur. Hvað lá okkur svona á að vera komið með þessa fullmótuðu tillögu sem var ætlast til þess að okkar fulltrúar myndu samþykkja á þessu fundi. Við hefðum einfaldlega viljað sjá að tillagan yrði unnin betur í meira samstarfi þannig að okkar fólk hefði haft tækifæri til að koma þessum sjónarmiðum á framfæri og spyrja þessara spurningar. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Ágæti bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að vísa með leyfi forseta að tillagan svohljóðandi lagt til að komið verði á fót nýsköpunarsmiðju í bókasafni Mosfellsbæjar. Jafnframt lagt til að nefndin vísi málinu til frekari meðferðar bæjarráðs. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar. Nú náttúrulega verið að pínu ganga í skrokkamanni með þessum yfirlýsingum, þar sem við erum að reyna að vinna þetta þannig að nefndin sem er búin að vera samstíga í þessu máli og við erum búin að taka þetta margoft fyrir. Þetta engar nýjar upplýsingar hér, af því að við náttúrulega erum að loka fjárráðningar. Þannig að það er svona gott að svona verkefni sé þar inni vegna þess að við getum ekki sett svona laggirnar mitt árið. Það þarf að liggja fyrir með einhverju fyrirvara. Og fyrirvarin sem við náttúrulega höfum þarna er að við erum búin að nefndamenn, aðalmenn nefndarinnar hafa verið vel upplýstir og þetta er ekki að koma neitt skyndilega upp og þetta er ekki full mótuð tillaga í sjálfu sér. Þetta er unni bara, þetta er svona greinagerð, það sem er unni svona fýsileika greining á því hvaða staðsetningar hentugust og umfangið á verkefninu. Þar sem að nefndin þá tekur afstöðu til þess að staðsetningin skuli vera bókasafni og umfangið skuli þá vera ekki fablab, sem sagt ekki með því sniði, heldur að hafa þetta sem örlítið minna í sniðum til að byrja með. Við erum ekki að loka neitt, við erum ekki að útiloka á styrki eða neitt þess háttar. Við erum bara að óska eftir því að verkefni verði sett af stað með þessa staðsetningu og sem þá nýsköpunar smiðja, sem er þá mun minna umfang til að byrja með, en getur náttúrulega vaxið ef má sletta organískt þar sem að við sjáum bara umfangið og við sjáum eftirspurnina og hver nýtingi verður. Við erum að horfa á íbúa í heild þarna með þessu. Þetta er náttúrulega mjög gott aðgengi af bókasafninu. Þarna er ákveðin opnunartími sem að hægt verður svo sem að stilla að hvenær þessi tiltekna þjónusta þá opin almenningi og þetta er náttúrulega mjög gott aðgengi fyrir skólana í bænum og nemenda þeirra vegna þess að ég veit að þeir eru að sækja bókasafnið mjög reglulega, bæði á leikskólaaldri og grunnskólaaldri, þannig að þá kemur þetta bara til viðbótar þegar þjónustu sem eru að meita. Ég held að það sé bara mjög jákvætt inn í það allt saman. Þannig en að vísa til þess að formaður hafa verið að hringja í nefndamenn með því rauninni bara upplýsa og láta vita, þannig að sé að þetta er upplýstir áður en fyrir með fundin, hafa fyrst og fremst tilgangur með því og óska eftir því að sé allir bara sammála það að nefndin leggi málið til í sameiningu vegna þess að við vitum það. Hafa allir rauninni sem sitja við þetta borð tala með því að fara í þessa vegferð með einum öðrum hætti. Og við vitum það náttúrulega að D-list hefur lagt þessa tillögu þessu fyrir. Þetta er ekki nýtt. Þetta er ekki ný hugmynd sem neitt er að fá hérna. Þetta er bara tillaga sem er að leggja fyrir á mjög vel upplýstu máli, að mér finnst á minnsta kosti. Og á einhverjum tímapunkti þarf hún náttúrulega að koma fram. Það er þetta að ræða hlutina fram og aftur, taka þá fyrir á fundum margsinnis. Þú veist, allt í góðu með það, en einhverjum tímapunkti þarf að taka ákvörðun. Og í rauninni var það sem ég ætlaðist til var bara að upplýsa alla vel og láta vita að það væri þá lagt til með að þessi tillaga yrði tekin fyrir á fundinu. Þannig að það var allt og sumt. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið?
Bæjarfulltrúi Rúnarfræði, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur til sama máli. 5-2. Sko, gott og vel. Við erum búin að leggja fram tillögu hér undir fjárhagsáætlun og eins og framkom líka hérna að gerða það núna síðast á síðasta bæjarstjórnarfundi í fyrri umræðu til fjárhagsáætlunar. Eins og kemur hér fram í þessari greinargerð sem er auðvitað á margar blaðsíður og hérna mikil og góð greinargerð. Við erum ekkert á móti því, alls ekki. Við höfum talað Fab Lab og eins og kemur líka fram í 1.1 í þessari greinargerð, það mismunur á milli Fab Lab og nýsköpunarsmiðju. Hér einfaldlega verið að breyta Fab Labi, eða við höfum talað Fab Lab en ekki nýsköpunarsmiðju. Það sem var talað hér líka áðan að nefndin skyldi samþykkja þessa, samstíga því. Og við kannski teljum það líka hjá okkur að við vorum kannski ekki endilega sammála því að þetta samþykkja þetta að fara að gera nú, hvorki þá eins og við erum að leggja þetta fram í fjárhagsáætlun, þetta er búið að ræða þetta mikið og við erum komið hérna með ákveðinn kostnað, það er að gera ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. Og þarna kemur líka fram hver kostnaðurinn er varðandi Fab Labið. Við hefum viljað sjá nefndina fjalla miklu betur og meira þessa greinargerð eins og hún er hér. Og það leiðir sem eru færar í því að koma Fab Lab á koppinn. Að setja nýsköpunarsmiðju inn á bókasafn með hálfum starfsmanni sem er þá, ég veit ekki hvort sé ný starfsmaður eða starfsmaður sem er fyrir. Ég veit ekki hvað verður úr því. En að koma með Fab Lab smiðju, það þarf ákveðin tæki og tól sem eru dýrari til þess að koma því að stað eins og aðrar Fab Lab smiðjur sem við höfum rætt hérna líka. Þannig að í sjálfum sér er þetta tvær tillögur. Fab Labið er allt öðruvísi heldur en nýsköpunarsmiðja, þótt að það sé mjög keimlíkar. Það krafist annarra tækja og tóla og síðan að því við vorum að tala styrkina líka, það eru eyrnamerktir styrkir fyrir Fab Lab. Það er sjálfsagt hægt að fá styrki líka fyrir nýsköpunarsmiðjur sem eru til örugglega líka. En er til dæmis nefndin búin að ræða það hvort við getum fengið styrki fyrir þessu verkefni. Þótt að við setjum á dagskrá í fjárhagsáætlun Fab Lab smiðju sem við hefum lagt hér til og það er búið að vinna mikla vinnu og ég fer ekkert af því, það er bara frábært gott að það sé búið að vinna þessa vinnu en ég myndi vilja leggja það til að við myndum vísa þessu máli aftur inn í nefndina þar sem að kannski fjalla þess ítarlegra það og líka af því að þetta kom fyrst frá okkur í Sjálfstæðisflokknum að nefndarmenn hafi þá kannski tækifæri til þess að ræða við baklandið þessa tillögu sem er hér en ekki bara samþykkja hana á fundi en að komast þá líka kannski að því hvort það sé hægt að sækja virkilega styrki hvað er í boði og hvort við getum hreinlega að fara bara alla leið í Fab Lab heldur en að fara í nýsköpunarsmiðju sem er líka mjög gott mál, við vitum það alveg en við hefðum viljað sjá þetta miklu meira að fara alla leið í Fab Labið með dýrari stoppkostnaði, öðrum tækjabúnaði, það er Fab Lab. Þannig að ég veit ekki hvort að forseti, hvort að það eigi að vera einhvers konar málsmeðferðartillaga eða hvernig hvort að við getum vísað þessu aftur í nefndina en við getum kannski tekið fundarlið og rætta hérna í sammenningu, ég veit það ekki. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti kemur upp undir sama máli. Það er vissulega rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt þessa tillögu til og oftar en einu sinni og talað fyrir henni. En að mér vitandi þá var hún lögð þannig fram að það hefur alltaf verið talað Fab Lab / nýsköpunarsmiðju. Og þeir sem hafa talað hér fyrir málinu, fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, hafa tekið skýrt fram að það væri ekki afdráttarlaus krafa
að fara í FabLab. Þannig að mér finnst pínu svo lítið skrítið ef að sú krafa er allt í einu komin fram núna. Þegar málið er komið á það stig að við erum tilbúin til þess að fara að setja þetta í gang, drífa þetta bara í gang, hætta að tala og fara að gera, að þá eigum við að fara að halda áfram að tala um þetta í fagnefndinni. Við getum alveg tala um þetta meira í fagnefndinni, en væri ekki bara ágætt að byrja, sjá hvert þetta leiðir okkur. Og aðeins einmitt eins og formaður nefndarinnar ræddi áðan að finna hver er í raunverulega eftirspurn hjá íbúum fyrir þessu verkefni. Af því að við höfum sjálfsög ekki hugmynd um það. En engu að síður erum við að fara að verja hér skattfé í þetta verkefni. Og varðandi styrki, að þá er ekkert sem kemur í veg fyrir það að við sækjum styrki í þetta verkefni þegar það er komið í gang. Ekki neitt. Og það kemur heldur ekkert í veg fyrir það að við ræðum við atvinnulífið og fáum það að borðinu. Þegar við höfum kannski mótaðri hugmyndir um það hvað þetta er, hverjir sækja þetta og svona hvað er vinsælast og hvernig involverum við atvinnulífið í það. Það er ekkert endilega verri aðferðafræði en hver önnur. Og þannig að það eru margar leiðir í þessu, en ég hélt og hefði haldið að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tækju því fagnandi að þetta mál fengi framgang. Eða vildu þau kannski bara koma og tala fyrir tillögunni einu sinni enn við fjárhagsáætlanagerð? Er það sem við erum að tala um hér? Ok. Þannig að ég held að það séu flestir við borðið sammála um það að við viljum fara inn í verkefnið og það verður bara mjög gott að heyra svona hvað fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja sjá inn í nýsköpunarsmiðjunni ef við náum að koma málinu á þann stað að bæjarráð hleypir því áfram í það því að nefndin er í sjálfu sér að leggja til ramma utan verkefnið, hvar þetta var að vera staðsett og svona undir hvaða formerkjum. FabLab verkefni er miklu stærra umfangs, meiri stofnkostnaður eins og kemur fram í greinargerðinni og eins og hefur verið rætt í nefndinni og það er þess vegna sem lagt til að verði farin þessi leið en ekki einhver önnur. Og bara þannig líka það setja ekki fram að styrkurinn sem að ráðuneytin er að samþykkja og hækka núna, sem er frábært, fer til þessara 13 FabLab smiðja út allt land. Svona lauslegir útreikningar segja mér að það er innan við 8 milljónir á hverja smiðju. Þannig að það er bara brot af þeim kostnaði sem fellur til við að reka þetta. Þannig að mér finnst það bara skipta máli að tillagan fóli ekki í sér upphaflega afdráttarlausa kröfu FabLab heldur skoðun á því hvað væri heppilegt að gera. Niðurstaðan úr þeirri skoðun sem hefur farið fram í fagnefndinni er að það er heppilegast að hafa þetta ekki undir formerkjum FabLab heldur byrja á því að stofna nýsköpunarsmiðju í húsnæði sem við erum þegar með á leigu, fá í verkefnið starfsfólk sem við erum þegar með í vinnu og sjá svo hvaða rekstrakostnaður mun bætast við og sem fer þá eftir eftirspurninni eftir því sem þarna fer fram. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Það hefur verið óskað eftir fundarhléi og forseti verður því.
Þá höldum við áfram 861. fundi bæjarstjórnar og við erum stödd hér í 5. dagskrámáli, 18. fundur atvinnu- og nýsköpunarnefndar og til umræðu mál 5.2, Fablafsmiðja í Mosfellsbæ. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls það mál? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar og það hefur verið óskað eftir að sérstök atkvæðagreiðsla verði mál 5.2 sem var hér verið að ræða og þá bið ég fyrst bæjarfulltrúa sem geta staðfest afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar á máli 5.2 Fablafsmiðja í Mosfellsbæ gefa merki. Það eru 7 hendur, einhverjir á móti. Svo ekki, þannig að sú afgreiðsla samþykkt með 7 atkvæðum B, C, S og L-lista og D-listi situr hjá. Og þá það fundargerðin að öðru leyti og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerðin að öðru leyti að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá erum við komin að 7. máli á dagskrá sem 74. fundur ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 14. nóvember síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 74. fundar ungmennaráðs að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem 620. fundur skipulagsnefndar sem framfór 15. nóvember. Þar voru 13 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 620. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Og þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast og erum komin að almennum erindum. Þar 1 almennt erindi, 8. mál á dagskrá. Varðar fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025-2028. Það eru breytingatillögur L-lista vina Mosfellsbæjar við fjárhagsáætlun 2025-2028. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur undir 8. lið tillögur til fjárhagsáætlunar. Vegna sérstakra ástæðna var ekki hægt að leggja þar fyrir á síðasta fundi. En við erum með nokkrar tillögur og þegar við fórum að því að við erum hvað maður segja aðeins eftir á það gátum við skoða þær tillögur sem voru komnar fram og margar voru bara mjög góðar. Þannig að þá fínt að hugsa út fyrir bóksið. Og við vinnum Mosfellsbæjar, við leggjum til að, má ég ekki reifa allar tillögurnar einu það ekki? Gjörðu svo vel. Að við leggjum til að stofnað verði sérstakur námsjóður fyrir starfsfólk sveitarfélagsins. Og rökstuðningum að tillögunni sá að Mosfellsbæjar framsækja sveitarfélag og vill gera vel við sitt starfsfólk og því leggjum við til að stofnað verði námsjóður sem gerir fólkinu okkar það kleift að sækja sér starfstengt nám eða námskeið og sjóðurinn getur það verið hvatning fyrir það fólk sem kannski hefur ekki fjárhagslegt svigrúm til að sækja sér menntun. Hugmyndin að þessari tillögu kom svolítið út frá ef þegar vorum að velta fyrir okkur þá ófærlega starfsfólki í leikskólum. Þarna getur verið hvatning fyrir fólk til að sækja sér menntun sem að þá hefur áhrif á launin og fólk getur kannski náð sér réttindi. Og þá geti
verið kannski einhverjar fjárhæðir sem fólk getur sótt í. Það eru misjafnir sjóðir hjá stéttarfélögum og það eiga ekki allir kost að sækja sér nám vegna kannski persónulega ástæðna eða annað. Þannig að okkur langar að leggja þetta til. Þetta getur verið góð hvatning fyrir okkar fólk og til eftirbreytni fyrir önnur sveitarfélög. Við leggjum líka til að það verði að verði ráðinn fjármálaráðgjafi fyrir skólastjórnendur í Mosfellsbæ. Þetta var líka lagt fyrir í fyrra. Og rökstuðningurinn svo að starf skólastjórnandans er fjölbreytt, annarsamt krefjandi og flókið. Og viðfangsefnin eftir því. Og þetta er aftur svona ákveðið sjónarmið að létta álega fólki. Þetta er líka að tilkoma þess aðalega eykur skilvirkni og yfirsýn. Sem þýðir að þetta fara betur með fjármagn og þá eru kannski fleiri augu sem sjá hvort að það sé einhverjir liðir sem er hægt að fara og samnýta betur með sveitarfélaginu og fjármálum þess og þetta er kannski takti við það sem við höfum að ræða í haust í stefnunni sem að koma snýra upplýsingatækni og fleirum með innkaupastefnunni. Við viljum að Mosfellsbær sé góður vinnuveitandi og þetta getur verið gott innlegg í það. Og svo eru 3 tillögur varðar almenningssamgöngur og Mosfellsbær leggja það til að Mosfellsbær taki forystu í að efla almenningssamgöngur sem raunhæfan valkost. Og við vitum það öll að ef við ætlum að breyta rótgrónum venjum og hugarfari þá tekur það langan tíma og það er kannski tíma sem við getum nýtt þangað til að borgarlínan kemur. Þannig að við séum tilbúin fyrir hana, við þurfum kannski ekki að bíða í mörg ár. Og fyrsta tillagan sem er kölluð tillaga A, það er að leið 15 verði gerða borgarlínu strætó til að stytta eins og kostur ferðatíma milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. En í dag er það þannig að ef við til dæmis tökum strætó upp í Reykjahverfi þá tekur helminginn af tímanum til Reykjavíkur að vera innan Mosfellsbæjar. Og þá er hugsunin sú og það var þetta að vagnin kæmi eða bara beint inn í Háholti og færi svo bara tilbaka. Og svo þá aftur komið tillaga B þar sem verði komið að fót innanbæjarstrætó sem keyrir á 10-15 mínútna fresti eftir 9 leiðum og fæði í rauninni þá leiði 15. Og þetta er rauninni verkefni, við gerum grein fyrir því þetta er verkefni sem við þurfum að óska eftir við strætó að fara í og það tekur tíma. Það getur tekið kannski ár 1,5 af óska eftir breytingum á strætóleiðum, þannig að það er kannski alltaf að fara að ávarpa þetta finnst okkur. Og svo var 3. tillagan sem var þá tillaga C að það verði frítt í strætó fyrir börn í 7. til 10. bekk grunnskóla bæjarins sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, svipað er gert í sundlaugunum. Og með þessu erum við þá að hvetja ungmennin til að nota almenningssamgöngur og við getum líka farið þá leið að tryggja niðurgreiðslu á nemakorti til 18 ára aldurs. Því að það skiptir máli að við búum til notendur að strætó og það tekur tíma. Þannig að það er það sem að okkur finnst skipta máli. Við verðum að vinna því hörðum höndum að fá fólk til að nýta sér almenningssamgöngur og gera allt sem okkur vantar stendur til að gera það álitlegum kosti. Og til að við íbúar sjáum hagsinn því að taka strætó til dæmis í vinnu og þá þurfum við að vera búin að hugsa þetta upp á nýtt. Og þetta eru svona okkar tillögur. Ég held að það séu bara, ef ykkur vilja spyrja, þá er ég að glemma ykkur. Já. Það var sér. Nei, og svo kemur til að fjármál. Ég er búin með það. Ég tók að framfyrir til að ég geti tekið strætó án allar saman. Stundum hann nefnilega svona skynsamur. Ekkert mál. Það var gott að ykkur að hlusta. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð, bæjarfulltrúi, og þá er opið fyrir mælendaskrá þessar tillögur frá L-lista. En enginn kveður sér hljóðs þær hér og því leggur forseti til að bæjarstjórn samþykki að vísa framkomnum breytingartillögum til umfjöllunar í bæjarráði fyrir síðari umræðu bæjarstjórnar fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025-2028 og eftir atvikum til frekari vinnslu innan stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Þetta er bara samhljóða tillaga við það sem hefur þá afgreiðslu sem hefur verið við aðrar breytingartillögur sem komið hafa fram og legg ég þá
þessa málsmeðferðartillögu fram til afgreiðslu og bið bæjarfulltrúa sem geta samþykkt þessa málsmeðferðartillögu að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða og er þeim þá vísað til bæjarráðs. Þá er öllum afgreiðslum fundarins lokið og komið að fundargerðin til kynningar og það er þá 9. mál á dagskrá sem er fundargerð 39. fundar öldungaráðs sem fram fór 14. nóvember síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og er fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá er fundargerð 504. fundar stjórnar Sorpu. Fundurinn fór fram 25. september og 1 mál var á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og er fundargerðin lögð fram. Þá er það fundargerð 398. fundar Strætó frá 27. september síðastliðnum og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Fundargerð 399. fundar stjórnar Strætó. Fundurinn fór fram 18. október síðastliðinn og þar voru 11 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Fundargerð 48. aðalfundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en fundurinn fór fram 1. nóvember síðastliðinn hér í Hlégarði og á fundinum voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Þá er komið að fundargerð 954. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 4. nóvember og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 15. mál á dagskrá er fundargerð 589. fundar stjórnar SSH. Fundurinn fór fram 4. nóvember síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 16. mál á dagskrá er fundargerð 131. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn fór fram 8. nóvember síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer þá fram miðvikudaginn 4. desember næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slítið klukkan 18:30.